aðrar fréttir kannski, María? Já, það náttúrulega kannski fyrsta lagi kjarasamningarnir sem þú ert að mynda kannski ætlar að tala við nánar við Ragnar sem eru frekar aumir og Ragnar voru nú með fréttir af þessu samstöðun í dag að hann var með óbræð í munni við undirritun skiljanlega og fleiri en hann þetta eru slappisamningar það má mjög ólíklegt að þau haldi verðgildi launana út samningstíðana. Það er mjög ólíklegt, já. Þetta er eiginlega byggt á því að spár Seðlabankans verðbólgu frá því einhvern tímann í haust síðla sumars gangi eftir sem að ég held að enginn hefur trú á. Við höfum nú verið held ég að segja frá því. Það til dæmis Hagdeild Landsbankans var að spá að verðbólgan væri 9,6% í desember. Nákvæmlega. Þannig að þar með er þetta svona strax fallið sjálf. Við förum yfir það með Ragnari, hvernig verkalýðshreyfingunni hefur spilað út úr stöðu sinni. Að suminleiti þessi samningar sína fram á að það sem að SA lagði upp með hefur bara fullkomlega gengið eftir. Það í síðla sumars þegar þeir voru að svara kröfugerð Starfsgreinasambandsins og fleirum að þá buðu þeir 17.000 króna hækkun og hún endaði í 22.000. Og þeir buðu 27.000 króna eingreiðslu, 19.000 króna eingreiðslu, eitthvað svona eingreiðslu. Og það má eiginlega segja að flýting hagvaxtaraukans fallið saman við það. Og ef þú pælir í því að á þessu tíma þegar þeir komu fram með sitt gagntilboð, að þá var reiknað með að verðbólgan þessu ári væri svona kringum 7%, en hún er 9%. En ef þú myndir bara verðbæta tilboðið, þá bara gekk allt eftir sem SA ætlaði sér. Þetta er alveg magnað að við séum þessar stöðu. Sýnir náttúrulega hvað að auðstéttin hefur mikil áhrif hérna. Já. Draumasamningur auðstéttina sagði Sólveig Anna. Já, einmitt. Herðu það mér aðeins mynda betur við hann hérna á eftir. Já. Herðu, þá er það frétt hryðjuverkamennina svokölluðu. Það er búið að sleppa þeim núna. Þeir eru geðlæknir telur þá ekki hættulega sjálfum sér neða öðrum. Þannig að Hvað finnst þér það? Svona geðlæknir kemur allir og segir Já. Er þeir svona Ég veit ekki hvernig þeir framkvæma þetta geðmat en þetta hlýtur nú að halda einhverju vatni. Ég held að sé nú alveg svona það getur nú ekki varla verið að þetta sé bara einhverju einn geðlæknir. Þetta hlýtur að vera eitthvað teymi. Eða ég veit ekki. Eða hvort það skiptir mér. Ég held að það sé mikil hægt á því að löggan spinnist upp í einhverju vitleysu í þessu máli. Það er svolítið hægt á því, já. Það er svona líklegra. Já. En við vonum að þeir skaði ekki sjálf á sig. Fyrsta sem ég hugsaði bara var ég vona að þessir ungu menn eigi eitthvað bakland, eitthvað fólk sem bara grípur það núna. Já. Og einhvern veginn að því þeir eru bara á svo vondum staðmaður. Þetta er einhvern veginn. Það er búin að setja inn í gæsluvarði í 7 vikur. Já. Það er að reyndar í einangrun ekki allan tíman, kannski 4 blúsvikur sem reynir mikið á. Já. Þetta, ég veit ekki hvað það var að segja þetta. Nei. Þetta alltaf yfir að vorkirna mönnum í fangilsi. Já, einmitt. Já, það er eins og hann hefur sagt hérna, hann Guðmundur í afstöðu að þetta það að setja menn í fangelsi, það gerir það bara öryrkjum. Þú ert bara framlega öryrkja. Sérstakt vandamál. Já. Það finnst mannum líka bara geðdeildir. Já. Það er svo mikið álag á þau bara að vera inn á geðdeildinni að það sé stærri vandamál heldur en sjúkdómurinn. Já, jafnvel. Og svo er það lífshættulegt líka. Já, það er nú hryllileg frétt í dag. Annarri frétt. Já, kannski ekki frétt dagsins en það er komin ákæra. Já. Það er sérst hjúkrunarfræðingur ákærður fyrir manndráp með ásetningi sem er bara rosalega sláandi eitthvað neginn og hafa kæft sjúkling með neyða matofan. Akkur ætlaði að vera neyða matofan í sjúkling? Þetta var eitthvað í gegnum slöngu vantarlega. Fyrsta sem mér datt í hug var að hvort það hafi verið það hlýtur að hafa verið einhver tvíþætt veikindi í gangi. Ekki vilja borða það? Svo geti það hafi verið ég man eftir sjúklingur, ég var á sjúklingur. Ég ætla ekki að fara bjóða mig fram hérna sem einhver sérfræðing en ég man eftir sjúklingur sem neituð að borða hentu matnum og allt svona og við vorum ungir
menn sem unnu við það að stundum að halda sjúklingu niðri. Ég held við sjúklingi niðri þegar það var að gefa honum raflost. Já. Og alls konar svona, ég man ekki eftir að ykkur verið að halda ykkur niðri við að koma mat á henn. Nei, einmitt. Nei, en það held ég að það sé ekki kannski almennt, ég get ekki ímyndað mér að það sé... Hjúkrunarfræðingur hafa tekið upp þessir? Nei, það er ekki víst að hún hafi haldið viðkomandi niðri, hún bara er eitthvað neginn að gefa honum mat í gegnum slöngu eða ekki, kannski hefur hún átt ekki að gera það, ég veit ekki. Þá var hún haldið honum. Já, lítur það. Þetta er allavega rosalega ógulegt. Maður vill varla hugsa þetta til enda, sko. Nei, en það er við skulum kannski reyna að fjalla eitthvað um þetta mál og heyra kannski í hjúkrunarfræðingum sem voru mjög ósáttir við ákæruna af manndráp af gáleysi. Já, sem hún Ásta Ásgeirsdóttir, Kristín Ásta Ásgeirsdóttir. En þar voru hjúkrunarfræðingar mjög ósáttir við að hafi verið ákært. Já, einmitt. En núna er líka læknir í Suðurnesjum. Það er mjög undarlegt mál, búið ganga bara, ég veit ekki hvað, marga ár. Já. Og hann var er ekki búið ákæra í því. Hann var komin inn að vinnu inn í landsspítalanum á meðan. Já, þetta er mjög undarlegt mál. Og ekki búið ákæra hann, sko. Já. Nei, einmitt. Þetta eru alvarleg mál, samt, sko. Og svona fyrsta skipti, þetta er svo nýtt á Íslandi að heyrum svona mál, sko. Eða komi upp svona mál. Já. Heldur það sé meiri harka í ákæruvaldinu? Að svona mál hafi verið áður en ekki verið ákært í þeim? Það er alveg sen, sko. Það er náttúrulega möguleiki. Svo eru við náttúrulega bara lítið land líka. Já. Með færra fólk og færri hjúkrunarfræðinga. Aðstæðendur og fleiri krefja skýringa núna. Já, það getur fólk hafi sett sig við það áður. Fram fyrir kerfinu. Einmitt. Það er náttúrulega búið að vera að koma upp alls konar mál varandi, sko... varandi náttúrulega bara þessar stofnanir allar, Kópó og Sæli og það er ekki kannski fagfólki sem hefur verið svona sakað einhverju vanrækslu bent. Það hefur meira verið bara fólk sem hefur rekið staði eða unnið á þeim eða eitthvað les og fagmentað. Við skulum finna leið til þess að fjalla þetta mál, heyra í hjúkrunarfræðingum. Já. Hvernig þetta slær slær stéttina. Svo deilt aðgerðapakkan á þinginu. Skiljanlega. Já, hann var frekar þunnur. Já, og það líka er eitthvað vandamál á íslensku samfélagi. Hvernig stjórnvöld komast upp með að kynna hluti. Við nú stundum rætt þetta að upplýsinga óreiðan eða fyrst og fremst á stjórnvöldum. Já, einmitt. Og þau fóru þarna Jóhann Páll sem er nú ágætlega hagfræði læs, með eitthvað svoleiðispróf. Já. Hann var eitthvað að kvarta yfir þinginu að þetta væri þarna væri verið að kynna eitthvað sem væri engin hækkun. Þetta væri bara, og við vorum nú að leika okkur að þessu samstöðinni, að taka þetta saman, ef þú bara framregnir þetta með við verðbólgu, þá er ekki neinn. Þetta er ekki neitt. Nei, það er mjög erfitt að sjá það í sambandi við barnabæturnar og líka í sambandi við vaxtabæturnar. Að þetta sé raunverulega einhver hækkun umfram eitthvað. Það getur vel verið að því að maður þarf bæði að taka til þess að það verið að hækka skerðingamörkin. Já. Það er gert bara undir verðbólgunni. Þannig það eru færri sem fá bætur. Og svo er verið að hækka bætur í barnabótunum. Og það er bara erfitt að lesa það saman. En hann var eiginlega á því og líka Píratarnir að þetta væri fals. Já. Og hann sagði að það væri sorglegt að Katrín Jakobsdóttir væri svona óheiðarlegur stjórnmálamaður. Og þá fór Birgir Ármannsson. Já. Nei, ekki Ármannsson. Birgir Ármannsson. Já, forseti þings. Já. Og ámyndan fyrir þetta. Já. Og hann Mætti ekki vera svona vandur við Katrínu? Nei, ég mætti ekki segja þetta. Já. Og þá stendur ég í frétt, ég ætla að lesa það sko. Þá kom Jóhann Páll aftur og steig upp og skýrði sitt mál. Ég vil halda þetta til haga að ég held því ekki fram að hæstv. Forsætisráðherra væri almennt óheiðarleg manneskja og ég ber gríðarlega virðingu fyrir henni og finnst hún að mörguleyti mjög aðdánaverður stjórnmálamaður. En þar af leiðandi ger ég ríkari kröfu til hennar. Ég stend við það orð mín að það sé ákveðin óheiðarleiki sem felst í hennar orðum. Með þetta skrítið. Skrítin... Ég held að hann hafi átt rétt fyrir sér upphafið sko. Já. Það er bara einhvern veginn stemmingin annað er einhvern veginn. Já, mátti ekki segja. Hæstuttur, hástuttur og allt þetta. Já. Það mátti ekki vera sokkalist. Ungi þingmaðurinn einhvern veginn að beygja sig undir þetta. Já.
þarf að lýsa því yfir að sko Katrín sé ekki óeðalegu stjórnmálamaður sem að margir segja sé, náttúrulega fer með vinstri fylgið og ber Bjarni Benediktsson, það er bara sólít afstæða að líta hana sem óeðalega stjórnmálamann. Það er ekki rök fyrir því. Nei. En hann þarf að koma upp og lýsa því þvert á móti síðan hún sko sérstaklega heiðaleg. Já, hann hefði átt að sleppa þessu. Ég held að þessi fársjúkur vinnustöðar er alþví. Já. Já, það er allavega mjög sérstök stemning. Það var líka uppáhaldsmálið þitt sem skortur heitu vatni. Heyrðu, já, það er í miklu uppáhaldi mér. Mér finnst alltaf þegar ég heyri þetta. Ég var að hlusta umræðum í fréttunum í útvarpinu í bílnum á þann. Og það er einhvern veginn, sko, þú veist það búið að loka sundlaugin á Selfossi og það er svona ákveðin hverfi þar sem þeir eru að dæla, hafi ekki bólmagn til að dæla vatninu gegnum leiðslukerfið eða eitthvað. Er þetta ekki bara rörnun innvið á Íslandi? Það hlýtur að vera eitthvað svoleiði, sko, en ég fæ alltaf svona hugsun, sko, vá, hvað þeir eru mikið að reyna að vera í stíl við Evrópu. Að vera í orkuskorti? Að vera í orkuskorti. Ég held að þetta sé bara eitthvað skortur á innviðum, það bara eru fleiri hús, þetta er svo þú settir byggðina en af hverju, ég meina allar þessar orkuveitur sem allar þessar sko orkuveitur sem að græða táfingri já, en það eru með rosa hagnað það er nóg rafmagni en dreifikerfið er ónýtt ég veit það er það sem er að og þetta getur verið það er nóg að heitu vatni en þú stælu, segjum bara nýri bæ þú búið að byggja svo mikið en það kannski þetta bara öflur í dælur Það er vandamálið, sko. Já. Ég veit það er vandamálið. Það er það sem að þeir töluðu að væri vandamálið. Þeir væri ekki búin að sinna þessu, sko. Kalt heima. Kalt heima yfir. Já. Og ég tappa loftu ofnunum. Já. Breyti engu. Svo gafstu upp og keyptum svona ramasofn. Það væri svona aðeins svona því að það á að vera þannig. Það voru að kostur að það búi í Íslandi. Það er kalt úti, en rosalega hlýtt inni. Nóga heitu vatni, við getum farið í bað og nóga rafmagni. Borginu ætti að vera öll upplýst, nú er að deyfa það allt saman eitthvað. Þannig að manni finnst það svona að vera svolítið huggulegt inni, þannig við fengum rafmasofn. Svo var ég að hugsa þetta því að ég er að lesa fréttina þínar skort á vatni. Og var í sturtun í morgun. Óvenjulega lítið, sko, blöndunartæki náttúrulega sjá að dæla lítill kraftur. Lítill kraftur. Er það? Já. Ég myndi, ef ég ætti að gíska og ætti að taka ef að þetta miða við tilfinningar mína fyrir vatni og höfðun og öxlum. Þá myndi ég segja að það væri svona kannski svona 55% miða við það sem er vanalega. Já, það er svolítið, það er bara taltið mikið. En þeir eru að tala núna, það þurfu kannski bara að loka sundlóðunum í bænum líka, eða fleiri sundlóðum. Yfir akkurat þegar ég ætlaði að fara að stunda sund, sko. Ég búið að fara einu svona. Mér finnst það nefnilega að þetta var eitthvað kostum í Íslandi að við höfum kalt hérna, við höfum nóg að heita vatni. Já, getum alveg... Þetta er bara að gefa fólki heitapotta. Já, nákvæmlega. Ókeypis vatni, eitthvað sem var sárabættu fyrir að búa hérna. Einhvern veginn lagði ég til að þetta vera bílanir, gangbraut, hjólastígur og svo sundbraut. Þannig að þú getur bara synt í vinnuna. Það var náttúrulega geggjað. Og svo byggir í Breiðholtinu, þá færur þú á rennibrautinni niður. En það er fólk enn og farið næstuði að gera þetta. Það syndi vinna? Já, sko, því það er farið að stundar svo mikið sjósund. Já. Og þú veist, það er kalt. Já, ég samt, sko, stundum er ég að labba með hundana mína þannig í Kópavoginum og það er bara eitthvað fólk að synda þannig við liðina mér. Ég þekki fólk sem syndir í sjó. En þetta er ekki gaman að fara og byggir í fellunum? Já, og taka vassrennibrautina. Já, og svo á leiðinni heim, að þá færi í svona skipastiga, þannig að það er eiginlega heitipotturinn á leiðinni á meðan það er að komast upp, sko. Já, þetta væri náttúrulega alveg. En það er heitt vatn frábær upplifun, sko. Það er heitt vatn til að láta þetta ganga upp. Já, einmitt. Svo getur líka að láta þetta frjósa og þannig getur farið á skauta. Skauta, já. Það er líka mér skrítið hvað er lítið eitthvað skautasvell. Gleymst það var hérna held ég gamla daga mikið meira það var náttúrulega mikið notað á tjörnin var þannig það er einhver svona það er smá svona skautamenning þarna þegar það er frist portið þarna Ingólfstorg
Já, það skólinn hjá dóttur minni að fara þangað á morgun. Já, það er pínu lítið. Það er pínu lítið, já. En svo það hefur svo sjaldan frost, sko. Það er minna kalt eftir að vara áður. Það mætti eins og að vera í borgarmálunum, að því að meirildin alltaf tala um að Reykjavík sé skemmtileg og svona, mætti vera meira umræða hvernig við getum gett hana skemmtileg. Já, til dæmis að lýsa hana meira upp. Hafa meira heitt vatn. Já. Eru þeir ekki að spara samt bara, þeir eru ekki slökk á ljósastörunum eitthvað svona? Ég sá reyndar eitthvað frétt núna sem að ég hljóp svona framjá, að það á að byrja að kveikja fyrr. Þau kveikja náttúrulega allt of seint, sko. Já, einmitt. En þetta er hins vegar svona gamansami hlutin af þessu, sem samt eða það er ekkert gaman að vera hálf kalt heima þessar. Nei. En það kom fram einhvers staðar að þau eru svo hörðan í gistiskílinu að henda köllunum út. Já. Klukkan 10 á mótana, þau fá ekki að koma fyrir 5 á daginn. Nei. Það þeir alltaf ekki að breyta þessu og þetta sé vera að spá sko yfir 10 stiga frosti. Já, það er sama með konukot, sko. Það er ekki búið að gera eitthvað plan, opnumplan og ekki búið að skipuleggja það segjast nú alltaf aðlaga sig eitthvað að þessu, en samt það er ekki hendi, held ég. Nú, þeim hefur ekki konunum hefur ekki verið hent út með sömu hörku og köllunum. Jú, ekki sömu hörku, en það er samt þeim samt hend eitthvað. Ég held að kallandi voru að benda. Nei, hún var að tala um, ég var að lesa eitthvað á viðtal, sko, þar sem að forstöðukonunar að tala um að konur í veikri stöðu eða veikara lastnar eða eitthvað svolítið fá að vera inni en ekki aðra, sko, þannig að þetta er eitthvað máli blendið. Og maður bara skilur ekki hvað borgin er að hugsa, sko, eða þetta búið að vera eitthvað sorglegur þessi desember. Rosalega sorglegur vetur. Já, og bara alltaf vera ákveða að loka eitthvað sem er bara lífsbjörg fyrir fólk. Já, og sem að kostar í rauninni fáralega lítið. Þannig að maður svona, þetta er óskiljanlegt. Það var komið eins og jólafrétt. Já. Hússein fjölskyldan kom aftur. Flóttafólkið. Já, einmitt. Akkurat. Það var jólapakkin. Það er eiginlega svona... Nei, það er það. Já. Mér fannst það að vera svona jóla. Já, það var svona góð jólafrétt. Það er alveg rétt. Þannig að þau eru komin aftur og búið að dæma ákvörðunum að senda þau aftur ólöglega. Já. Þannig að Það er nú að finna fólki sem að vera að gera það. Þetta er náttúrulega bara... með óleikindum þetta stóðst ekki en það hafði þetta fólk væri óvinni ríkisins já, en það hafði umbóðsmaður Alþingis sko skrifað álit sambarlegt mál sko einhvern tíðan fyrir árið 2 síðan sko þar sem að niðurstaðan var nákvæmlega svo sama og hann bara benti á einhver lög máli sínu til stuðnings og hann bað útlendingastofnun sérstaklega að hafa þetta í huga við afgreiðslu mála í framtíðinni og það hefur ekki verið gert þannig að þetta er alveg með ólíkindum. Herðu, er það komið þá? Herðu, já.